Þá erum við komin í 20-afmæli hjá Þristur og Feti. Já. Til lukku með kallinn. Takk fyrir. Hvað getur þú svona sagt mér þennan höfðingja? Það nú svo margt sem hægt að segja þennan hest. Hann rosalega skemmtilegu karakter, fyrst og fremst. Og einstaklega svona geðgóður og meðfærilegur og mjög óstóðhestlegur í umgengni til að byrja með. Mjög auðvelt að halda hann og auðvelt að fóðra hann og gaman að umgangast hann. Og svo hann náttúrulega bara drauma reiðhestur. Það engin hestur betri hérna. Hann óbúslega flinkur á tölti og mjúkur og rúmur og með svona skemmtilegan þjálan vilja. Gerir bara alltaf það sem maður biður hann að gera. Og við höfum notið hans hérna saman fjölskyldan. Dóttir mín var 6 ára þegar hún fór að ríða honum fyrst og þetta bara uppáhaldshesturinn á allan hátt. Hvað svona hans helsta einkenni? Hann náttúrulega frábær kynbótahestur og löngu búinn að sanna sig þar. Hann fékk heiðursverðlaun 2012 og gefur, það svona mjög einkennandi að mörgu leyti hvernig hross hann gefur mjög góða töltara, mikinn fótaburð og mikla mýkt og rými sem kemur svona eiginlega bara alveg svona beint frá honum sjálfum. Oft þetta mikla fax og svona brúðleika og fallegan frampart. Og við erum að sjá hross undan honum mjög mikið í keppni. Það voru náttúrulega 2 hross undan Þristi í íslenska landsliðinu á síðustu heimsleikum, Straumur og Randalín, frábæri töltarar. Og svo bara svo gaman eins og núna hérna í vetur, ég búin að vera að fylgjast með bara hérna í hverfinu, maður að mæta fólki, alls konar fólki á afkvæmum hans. Ég búin að sjá hérna hesta í verðlaunasætum í vetur í barna, unglinga og ungmennaflokki. Það bara ótrúlega fjölbreytt hross en svona gegnum sneitt, góðir töltarar, geðgóð og fljót að læra. Það mín reynsla og við eigum náttúrulega eiginlega allan skallan. Bæði eigum við barnahest undan Þristi sem alveg frábær öruggur töltari og svo alveg upp í að eiga topp keppnishoss eins og Þrennu á Strandarhjáleigu sem varð Íslandsmeistari í fjórgangi 700 gömul. Þannig að við þekkjum allan skallan og hann hefur reynst mér mjög vel og það sem ég hef fengið undan honum hefur allt verið gott. Ekki öll eins, en mjög góð hross. Hann gefur mikið af svona, kannski svona 4,5 göngurum, svona rýmistölturum, mýktartölturum. Það alveg til hross undan honum sem hafa fengið fínar einkunnir fyrir skeið, en hann gefur gegnum sneitt svona meira klárhrossum og hrossum sem bara líkist honum svolítið. Með þessa eiginleika. Hvert svo leyndarmálið að halda svona tvítum hesti svona unglegum svona lengi? Ég meina hann bara í toppstandi. Já, það í fyrsta lagi náttúrulega sem betur fer hann ofsalega duglegur að borða og alltaf verið. Og hann rólegur í meirunum á sumrin, hann ekki mikið að hlaupa og hamast og hann svona, ég meina nú erum við með hann hérna. Það meri hérna inni með fólaldi sem hjá honum, það búin að vera hérna margar merar síðustu daga og hann haggast ekki. Hann eyðir ekki orku á óþörfu, hann bara sinnir merunum þegar þeir eru á réttum stað og réttum tíma. Svo finnst honum bara gott að borða og hvíla sig þessa milli. Og svo held ég að það skipti máli með svona eldri stóðhesta að taka þá inn á veturnar og hreyfa þá. Og við náttúrulega núna undanfarin ár höfum bara tekið hann inn og notað hann bara sem reiðhest okkur til skemmtunar. Og haldið honum í svona trimmi á veturnar og ég eiginlega alveg sannfærður að það hefur mjög mikið að segja og heldur honum mjúkum og liðugum og hann svona bara í betra trimmi þegar hann fer út að sinna með hrissum á sumrin og sem auðvitað hans aðalhlutverk, það náttúrulega fer í vinnuna og þess vegna auðvitað væri gaman að keppa á svona hesti og ég hef aðeins keppt á honum og gerði það svolítið fyrir nokkrum árum og það ofboðslega skemmtilegt. En hans aðalhlutverk náttúrulega að vera stóðhestur og þeir fara bara að vinna snemma á vorin og sumrin og ég hef lagt meiri áherslu á það að hann sé í góðu standi fyrir það hlutverk heldur en að nota hann í keppni og sýningar. Hann alveg búinn að sanna sig og þarf ekki að koma fram þannig. En ég á alveg mín moment svona í heiðmörkinni stundum með honum. Þá getur maður alveg unni hvaða bikar sem sko. Já, og það nóg að gera hjá honum, ekki? Jú, hann hefur haldið alveg ótrúlega góðum vinsældum miðað við aldur. Hann áorðið 700 afkvæmi og ég á von á hátt í 30 núna í sumar undan honum afkvæmum
og það er nú þegar búið að panta vel undir hann, þannig að þetta lítur bara mjög vel út og maður er bara rosalega þakklátur. Hann haldi svona góðri heilsu og hann hefur alltaf verið frjósamur, alltaf gengið vel að fylgja. Þannig að ég vona bara að við fáum nokkur góð ári ennþá saman. Já, frábært. Ertu með eitthvað svona loka sögu fyrir okkur, eitthvað svona sem lýsir hans karakter svona? Já, hann er náttúrulega rosalega degubolla og á að vera það, þú veist, þegar hann er alveg búinn að vinna fyrir því. Þannig að þegar hann er hérna inni hjá okkur á veturna þá er hann mjög lítið fyrir að vera úti. Ef það er rigning þá fer hann bara út, kannski velti sér og svo er hann bara kominn á hurðina aftur og hann vill bara fá að vera inni í stífunni sinni. Og hann er mjög skemmtilegur, svona vill vera hjá manni og svona hlýlegur og góður en samt svona svolítið prímadonna. Hann veit alveg að hann er kóngurinn í húsinu og hann vill fá sína athygli og hann þarf að fá eitthvað gottir í svona annað slagið og svolítið degur. En svo er alveg fyndið með hann þolir ekki vatn, sem er mjög fyndið með svona hest sem hefur verið í sýningum og svona í gegnum tíðina, að það þarf ekki nema að skrúa hérna frá krana til að hann fer í fílu. Hann veit ekkert leiðilegur en að fara í bað. Þannig að við erum ekkert að hérna sturta hann að óþörfu. En annars er hann bara ofboðslega þægilegur í umgengni og meðfærilegur og skemmtilegur hestur á allan hátt, mikill karakter og þess vegna er maður búinn að leggja svolítið mikið á sig bara til þess að bæði halda honum í landinu og halda honum í góðu standi. Og því ég fekk bara síðast núna í vetur á 20. aldursári mjög gott tilboð í hann frá útlöndum, en maður selur ekki börnin sín. Herri, það var gaman að kíkja okkur inn í dag og til lukku með daginn ykkar. Takk hérlega og takk fyrir að koma.